Góðan daginn og hjartanlega velkomin í Sísíkú-stundin. Ég er sérstaklega ánægð með að gestin sem er hér í dag, þetta er fyrirtæki sem hefur komið til okkur áður, en í dag er þetta hún Halla Marinósdóttir. Hjartanlega velkomin. Takk hérlega fyrir það. Takk fyrir boðið. Já, það eru 3,5 ár síðan sem samstarfskona þín kom hingað í viðtali við okkur. Þá voru taka fyrsta skrefin í geðastjórnun og með því að innleiða Justly Pay. Þá vildur þú ná í jafnlaunavottun, en segðu mér, hvar eru stött í dag? Sko, já, það passar. Elisabeth kom held ég til ykkar, var ekki haustið 21, minni mig. Og þá voru við að hefja innleiðingun á Justly Pay og við í rauninni fengum það kerfi svolítið upp í hendunar frá ykkur og vorum við ánægð með hvernig það tókst. Og við tókum það gekk voða hratt fyrir sig og vel. Byrjuðum í nóvember 21 að fórum þá í gegnum fyrsta stigs úttekt eftir að hafa sett upp kerfið á innan við mánuði. Og í kjölfarið af því fórum við svo í aðra stigs úttekt í febrúar og fengum svo eftir þá úttekt þá fengum við vottun. Og síðan þá erum við búin að fara í 2 viðhaldsúttektir, ein var desember 22 og erum að fara svo í 3. úttektina núna í þessari viku. Glæsilegt, þetta er virkilega vel gert. Takk fyrir það. Þetta er rosalega bara ótrúlega áhugavert að byrja þá með Justly Pay og svo fljótlega eftir að taka upp 2 vottanir í viðbót. Já. Það segir svolítið að geðastjórnarstarfi fengi stimpil inni hjá orkusölan í dag. Algjörlega. Og við kannski varandi hinar 2 staðlana þá byrjuðum við með Justly Pay. Samhliða voru við byrjuð að innleiða 14.001 og ISO 45.001. Og ef við tölum aðeins stöðun í dag þá erum við búin að innleiða og fá vottun fyrir þeim stöðlum líka. Og þetta verður allt gerst á þessum 2 árum. Það sem sagt umhverfismálin og vinnu og helsa umhverfisstaðalinn sem vendar starfsmönnunum að geta vera tryggir í vinnuna sína. Algjörlega. Það er frábært. En þú hefur fengið líka nýtt starf, ekki sagt? Jú, það passar. Ég tók við nýju starfi núna í september núna bara á þessu ári sem stjórnandi árangurs og umbóta og áður starfaði ég sem umhverfisöryggis og geðastjóri og bara frábært tækifæri fyrir mig til að þróast í starfi en ég er að sinna í rauninni samt svona svipuðum verkefnum þó áherslunar hafi breyst hér og þar en ég er heppin, ég fæ að sinna geðamálum og umhverfismálum og öryggismálum áfram. Það er frábært og við erum heppin og fá haldari áfram sem notenda í kerfinu okkar. Ég losna ekkert við mig sko. Nei, nákvæmlega. Þannig að það segir svolítið hvernig geðamálina er hjá ykkur í dag. Hvaða kerfi notar þið frá okkur? Við notum CCQ og erum rosalega ánægð með það. Bara það hjálpar okkur rosalega mikið bara til að í rauninni halda utan allt geðastarfi okkar. Bæði handbókina, ábendingar, áhættumöt, hæfnistjórnun. Við erum í rauninni að nýta allar einingarnar í CCQ nema eignastjórnun í dag. Já. Og já, það er bara ég veit ekki hvernig við myndum sinna geðastarfi án þess að hafa CCQ sko. Það ljúmar bara mjög vel. Og ég meina ef þú komið núna með nýtt starf sem sé líka hvernig þú hefur blómstrað í það hlutverk sem þú fekkst svolítið í upphafi. En ef þú horfa til því sem persónu, hvað myndir þú segja helsta munurinn milli á hverju byrjaði í geðastjórnarstarfinu og hvernig það er núna? Hvað er helsta munur myndir þú segja? Sko ég í rauninni fyndi að segja að ég hef ekki sinnt geðastarfi án þess að nota CCQ. Nema bara alveg í byrjun þegar ég tók við sem umhverfisöryggis og geðastjóri hjá orkusölunni og þá fann ég einhvern veginn bara hvað mér vantaði eitthvað til að halda utan gæðakerfið okkar og þegar við vorum farin að lesa þessa ISO-staðla og ég sá svona fyrir mér hvernig umfangið væri að reka svona staðal þá fannst mér bara eitthvað vanta og ég fór bara Google og googlaði, ég man ekki hvað það var en ég fann CCQ og ég sé ekki eftir því og
þannig að ég tók við gæðastarfi og innleiddi CSQ á sama tíma. Þannig að ég hef aldrei þekkt gæðastarf án þess að hafa CSQ. Nei, bara til forvitna, hvernig var gæðastarfi sýnt áður eða var það kannski ekki til hjá Orkusöluna? Það var til en það var ekki mjög virt. Við vorum með gæðahandbók og það var í rauninni ekkert umfram það. Nei. Þannig að við erum búin að þroska kerfið okkar rosalega á síðustu 2 árum. Já, ég heyri það. Og í rauninni það bara í okkar starfsemi þá náttúrulega þurfa gæðamál, umhverfismál og öryggismál að vera í lagi. Já. Og ekki það að þau hafa ekki verið í lagi áður við tókum upp CSQ og þessa staðla en við erum búin að betrumbæta það mikið. Já, einmitt. Hverju voru helstu hindranir og áskoranir hjá Orkusöluna þegar þið tóku gæðastjórnina starfi upp? Ég myndi segja að það hafi í rauninni verið, okkur hefur fjölgað rosa mikið á síðustu 4 árum og það í rauninni bara þegar okkur fjölgar þá er svona meiri krafa á allt utanumhald og allir ferlar séu skýrir. Þannig að við fundum svolítið fyrir því að bæði starfsmenn og aðalega starfsmenn voru að óska eftir skýrari ferlum. Þannig að bæði fjölgun starfsmanna og svo tókum við líka við fullt af nýjum verkefnum sem við höfðum áður úthýst. Og það kannski ástæðan fyrir við fjölguðum starfsmennum. Þannig að með nýju verklagi þá þurftum við að búa til vinnureglur og vinnuferla. Og það eru svona helstu áskorunar sem við stóðum frammi fyrir í hvað var að bæta þessi gæðamál hjá okkur. Og það heyrist kannski á nafninu Orkusölunni hvað þið gerir, en getur kannski aðeins segja frá helsta verkefninu sem Orkusalan að gera og hvar gæðastarfi kemur inn í því? Já. Það bara í rauninni, við seljum og rafmagn og framleiðum og kannski ef við förum aðeins bara í öryggismálin þá eigum við 6 virkjanir landið og framleiðum rafmagn í þeim þannig að allt öryggisstarf þarf í rauninni að vera upp á 10 í starfseminni þar sem við erum að vinna ýmis hættuleg verk og þar koma svona öryggismálin helst inn. Svo ef við pælum aðeins í umhverfinu þá þurfa umhverfismál að vera upp á 10 líka. Þannig að það var svona kannski ástæðan fyrir að við fórum í að innleiða ISO 45001 og 14001 á undan 9001 sem er þá gæðastjórnunarstaðallinn og það var í rauninni bara út frá starfsemin okkar. Þannig að við erum svona aðalega með fókusin þar í dag varðandi gæðastarf Já, þetta náttúrulega mjög mikilvægt að bæði sína umhverfinu og svona þarf líka tryggja að starfsmennin geti koma öruggir heim til fjölskyldunni sína á hverjum degi að því að við viljum ekki heyra í fréttunum að það er einhverja óhapp eða eitthvað gerist þannig að þetta er bara beautiful. En ef við horfum þá aftur kannski þá til hvernig það var þá og núna og þú tókst við sem gæðastjóri og svo hefur blómstrað því að ég voru að horfa svolítið til vegferðin sem þú hefur gert. Myndir þú gera öðruvísi í dag eða finnst þér, að því að við erum alltaf að læra að gera betur í dag en í gær, hafðirðu gert það eitthvað öðruvísi? Í grunninn hefur þetta bara gengið vel en við hendum okkur svolítið í djúpulaugina að innleiða 2 staðla og CSQ á sama tíma og það var alveg pínu grautur til að byrja með og ef ég ætti helst að velja eitthvað eitt sem ég hefði gert öðruvísi þá væri það sennilega bara að fá fleiri starfsmenn með í upphafi. Ég var ég ætla ekki að segja að vera ein en við vorum ekkert mörg sem vorum í CSQ til að byrja með og það er ennþá svona mitt markmið að fá fleiri og fleiri starfsmenn inn í kerfið og fá ábyrgð inn í kerfinu. En ég held að í byrjun ef eitthvað fyrirtæki er að hugsa að taka upp CSQ og innleiða svona ISO-staðla eða bara nýta þetta í gæðastarf að fá sem flesta með í byrjun og í svona aðalega bara setja upp kerfið og gera það vel frá upphafi. Það er alltaf hægt að breyta og þróa en það er svona ákveðin grunnur sem þarf að vera í lagi til að kerfið virki sem best og það er alltaf betra á margar hendur. Það er alveg hárétt og þetta er ekki lítið vinna sem hefur haft sér á stað hjá ykkur en þá er fínt að fá margar hendur sem geta aðstoðin en þetta er algjörlega árangurssögu frá A til Ö, ég heyri það og bara innilega til hamingju með það. Takk fyrir það. En hvað er þá næsta verkefni hjá þér? Við vorum að klára núna Orkusalan stefnumótunarvinnu þar sem við köfum svolítið djúpt ofan í starfsemina og þar eru við búin að setja okkur markmið til næstu 5 ára og leikplan, hvernig við ætlum að ná þessum markmiðum og það eru bara fullt af krefjandi og erfiðum verkefnum á leiðinni og
það svona helsta sem við erum að fara að gera nú á næstu ár. Og hjá mér persónulega í gæðastarfi þá það bara að halda áfram að byggja upp CSIQ og kannski svona þróa og þroska kerfin okkar. Þó að við séum kannski búin að komast í gegnum úttekt, þá getum við alltaf gert betur og þétt kerfin okkar. Og það svona, það fer vinna í það og það svona kannski það helsta sem ég mun gera í gæðastarfi að halda því áfram. Beautiful. Stöðu bættir. Yep. Ég taka kella fyrir að hlusta okkur í dag. Þetta CSIQ stundin. Ég heiti Marja.